Jæja, ágætu vinir. Ráð mér að bæ í dag og skoðaði Albert Stock, gekk niður frá hótelinu og þangað niðrittir og það var ekkert mál að rata niðrittir og þar sá ég þetta merkilega bítlasafn og fekk ekki að taka vídeómyndir þar reyndar, en ég fer líklega aftur og með ljósmyndavélina, það má ljósmynda og gerði svona ýmislegt annað þarna. Og svo þegar ég ætlaði að fara heima þá viltist ég náttúrulega eins og alltaf í einni ferð. Ég villist vanalega einu sinni í hverju ferð, þannig að það ágætt að vera bara búinn að því. Það var svo sem ekki nein vandræði, maður veit svo sem hvað maður á að gera í svoleiðis atriðum, að þá bara vippar maður sér að næsta manni og hann yfirleitt annars sér að þessu fyrir manni og þannig fóru einni núna og þá renndi upp að mér leigubíll og skuttlaði mér heim, þannig hefur þetta nú verið, þannig að málið er nú ekki alvarlegt. En þetta gerist á lífsleiðinni og við svona skoða þessar myndir sem við tókum og svona setjum inn samtölin eða setjum inn talið líka svona eftir því sem við á. Gjörðu svo vel. Ég er á leiðinni niður í Albert Stock til að skoða bítlasafnið. Alveg viss hvað það er. Ég veit ekki hvort ég sjáu þetta miklu hjól þarna. Jú, maður kannski kíkir í það ef maður þorir. Þetta er alveg svakaleg hæð á þessu. Jæja, bítlasafnið fundið. Það er hérna á bak við mig. Þannig að maður komst allavega á þá leið. Er ekki rétt aðeins að kíkja á það og sjá svona hvað það hefur að bjóða. Við könnumst við músíkina. Ég er að spá ég að skella mér í þetta svakalega hjól sem við sáum hérna rétt áðan. Er nýkominn af bítlasafninu, það var auðvitað áhugavert að skoða það.
erum við byrjað að síga niður á við. Komum innan skamms á Jafnsléttu. Það er svona okkar eðlilegi staður að vera á Jafnslétta. Þetta tók ekki langa stund en þetta var gaman. Mikið af svona byggingum í Liverpool, gömlum og fallegum. Svona gerist þegar maður villist. Það þarf maður að taka leigubíl. Málið er að taka réttu beygjarnar, þá villist maður ekki. Svona er bara lífið.